Góðan daginn, kæru gestir, á þessum fallega haustmorgni. Frábært að sjá hversu vel mætt hérna í dag, en það kemur reyndar ekkert á óvart því að dagskráin framundan hún lofar svo sannarlega góðu. Þeir sem að standa að þessari ráðstefnu eru Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Rannís, Íslandsstofa, Hátækni- og sprotavettvangur, Samtök iðnaðarins og Nýsköpunarsjóður. Sjálf heiti ég Sigríður Ingvarsdóttir og framkvæmdastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og fæ þann heiður að stjórna þessari samkomu hérna í dag. En þessi ráðstefna sem ber heitið Frumkvöðlar eru framtíðin haldin í tengslum við Evrópsku fyrirtækjavikuna 2012 en sambærileg ráðstefna fer einnig fram í Brussel í þessari viku. Á þessu sinni þá kastljósinu einkum beint að kvenkyns frumkvöðlum sem að náð hafa athyglisverðum árangri í uppbyggingu fyrirtækja og hér á landi þá hafa margar konur látið til sín taka á þessum vettvangi og það kemur reyndar ekkert sérstaklega á óvart því að hvergi á jarðkringlunni njóta konur jafn sjálfsagðra réttinda til framhaldsmenntunar. Almenn þátttaka kvenna á vinnumarkaði með hæsta móti í samanburði við önnur lönd. Aukin seta á kvenna á Alþingi okkar Íslendinga með kvenkyns forsætisráðherra, fjármálaráðherra og forseta Alþingis í fararbroddi hefur breytt gríðarlega miklu. Nú á lagasetningum kynjakvóta erlendum ríkjum fyrirmynd og þykir aðdáunarverð. Auðvitað gæti ég alveg einnig talið upp fjölmörg neikvæð atriði í okkar ágæta landi þar sem að hallar verulega á kvenþjóðina en því ætla ég að sleppa. Því við ætlum að eyða næstu stundum saman í jákvæð og uppbyggileg mál. Við ætlum að læra af fortíðinni, njóta nútíðarinnar og vinna með framtíðinni. Landið hefur einfaldlega ekki efni á því að vannýta þá gríðarlega miklu auðlind sem að íslenska kvenþjóðin Því þurfa konur að láta til sín taka á öllum sviðum samfélagsins, þar á meðal í nýsköpun og fyrirtækjarekstri. Því eins og Eleanor Roosevelt sagði, þá framtíðin þeirra sem að trúa á fegurð drauma sinna. En nú ætlum við að njóta nútíðar með þeim frábæru konum sem að stíga mun á stokk og miðla af reynslu sinni og þekkingu. Það spennandi að sjá hvaða áhrif innkoma kvenna að hafa inn í viðskiptalífið sem hefur verið vettvangur karla mjög lengi. Ég þekki það til dæmis sjálf að innkoma kvenna á Alþingi breytti ákaflega miklu starfshætti þingsins. En nú ætla Margrét Guðmundsdóttir, forstjóri Ice Pharma og formaður félags atvinnurekanda að fjalla konur og stjórnun. En Margrét hefur sinnt fjölmörgum ábyrgðarstörfum. Hún var 10 ára skeið framkvæmdastjóri hjá Skeljungi. Hún stjórnarformaður N1 og auk þess hún stjórnarformaður Evrópskra samtaka heilbrigðisfyrirtækja. Svo að það ákaflega spennandi að heyra hana fjalla einmitt þetta viðfangsefni.